Komdu sæll og blessaður, kæri bogamaður. Þá þinn tími að renna í garð í stjörnumerkjahringnum og þess vegna ætla ég að byrja á þér í þetta sinn. Taka fyrir þig hérna 3 spil úr þessum fallega stokki sem svona kvennorkan í hnotskurn. Við skulum sjá hvað kemur til þín. Kæri bogamaður, ég vona að allt gangi vel hjá þér og þínum. Fyrsta spilið sem þú færð fjallar hvað þú getur lært af fortíðinni. Og þar færðu spil sem heitir þolinmæði. Ekki allir glaðir þegar talað þolinmæði, en þetta það sem að þú gæti lært af fortíðinni. Kannski hefur þið þurft að sýna mikla þolinmæði, eða þér hefur verið mjög erfitt að sýna þolinmæði í öllum þínum málum. Eitthvað hefur verið að gangi í gegnum sem að kenna þér þetta á einn eða annan hátt. Að bíða og vera rólegur á meðan, það eitt erfiðasta sem margir gera. En í dag held ég að þú sért bara orðin ansi sjóaður í því. Því þú ert búin að ganga í gegnum þessar leksíur. Kannski hefur fylgst með öðru fólki líka sem hefur verið þér fyrirmynd varðandi þetta. Að vera þolinmóður. Bogamaðurinn upp til hópa, svona frekar athafnasamt og órólegt eldmerki. Þannig að þetta kannski ekki alveg þín sterka hlið. Margir bogamenn sem ég þekki eru líka skapstórir og kvikir. Þannig að segja bogamenn að bíða, það kannski ekki endilega það auðveldasta. En þetta var fortíðin. Þá það nútíðin. Hvar ættir þú að fókusa í nútíðinni? Á hvað ættirðu að einblína? Það fallegt spil sem heitir ást. Þú ættir að einblína á kærleikann í lífiðin í dag, kæri bogamaður. Kannski hefur þú þurft að bíða eftir ástinni og rækta með þolinmæði. Hér líka verið að tala sjálfsást. Sjáu hvað hún umvefur sjálfa sig og hjarta sitt. Og á þessu fallega hjarta að minnsta kosti 2 plástrar. Þannig að hún hefur nú gengið í gegnum eitthvað, en til staðar fyrir sjálfa sig í dag. Og það það sem þið ættu að gera, kæru bogamenn, að einblína á ykkur sjálfa, sjálfsást og kærleikann í heild sinni. Og leið og þið elskið ykkur sjálfa, þá þið betri stakk búnir til að elska aðra í kringum ykkur. Þetta var nú fallegt, falleg nútíðin og afskaplega svona blíð og góð orka sem kemur með því. Hvað þarftu svo að vita varðandi framtíðina? Og þar kemur 3. spilið inn. Framtíðin kemur með aga. Það verður mikilvægt í framtíðinni að sýna aga, að iðka aga.
og líka það að halda einhverju svona málefni til streitu til að sjá árangur. Það að gera hlutina í réttri röð, á réttum tíma, getur líka skipt máli. Þú gæti verið að aga einhvern annan eins og til dæmis börnin þín eða þú gætir unnið við einhvers konar atvinnu þar sem agi skiptir miklu máli. Og svo þetta auðvitað sjálfsagi líka. Ok, þar hefurðu það, kæri bogamaður. Þolinmæði, ást og agi. Ég óska þér alls hins besta, ljós og kærleikur.